Þá ætlum við að halda áfram og það eru mjög áhugaverð erindi eftir. Fyrst þá ætlar hún Helga Tryggvadóttir, krabbameinslæknir á Landspítala, að fjalla nýjustu lyfjameðferðir við brjóstakrabbameinum og segja okkur frá sértækum PARP-hemlum fyrir brakka arfbera með brjóstakrabbamein. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Takk fyrir að bjóða mér að koma og tala hér í dag. Ég heiti Helga Tryggvadóttir og ég krabbameinslæknir og starfa á Landspítala og með fókus þar í störfum mínum á brjóstakrabbamein. Ég ætla að ræða meðferðir við brjóstakrabbameini og tala þessar nýjustu meðferðir sem við höfum upp á bjóða. Mér fannst samt mikilvægt í raun að byrja eiginlega á byrjuninni. Og það sem sagt þannig að krabbamein byrjar með stökkbreytingum sem í raun eins og bara skemmdir á erfðaefninu sem ekki tekst að laga. Og þá tekst frumunni ekki að gera við þetta á fullnægjandi hátt eða þá að eyða þeim frumum sem bera breytingarnar. Og við sjáum þarna á myndinni hvernig eðlileg fruma vex skipulega og myndar heilbrigðan vef. Á hinn bóginn krabbameinsfruman sem hefur orðið þá fyrir breytingum á sínu erfðaefni sem fer þá að vaxa óstjórnlega og myndar þannig æxli. Og það mikilvægt að í raun að greina dálítið á milli stökkbreytingar sem geta annars vegar verið þá í kímlínu, það germline mutations og brakka væri dæmi slíka stökkbreytingu. Þá sú breyting til staðar í öllum frumum líkamans og getur þá dreifst þá áfram til afkomenda. Meðan sómatískar stökkbreytingar sem eru þá kannski kallað stundum líkamsfrumur stökkbreytingar, það eiga sér stað þá bara í afmörkuðum hlutum og í raun getur sagt að krabbameinið sé þannig myndað að það myndast verður óheilbrigð fruma sem síðan fer að fjölga sér. Og með brjóstakrabbameinið þá orsökin oft samspil erfða og umhverfis. Brakkastökkbreytingarnar eru þar ofarlega á blaði en það eru líka aðrir þættir sem geta ýtt undir áhættuna, til dæmis hormónatengdir þættir, aldur við fyrstu barni til dæmis og aðrir þættir til dæmis tengdir líkamssamsetningu. Og það sem gerist í raun í frumunum í brjóstinu að það verða DNA skemmdir og óeðlilegu frumuvöxtur. Á þessari mynd þá sjáum við í rauninni annars vegar það sem kallað duktal kanser eða krabbamein í mjólkurgangi. Þetta algengasta tegundin en það geta líka myndast inn í kirtlunum og það kallað lobular kanser. Þetta eru mismunandi tegundir og hegða sér aðeins öðruvísi. En þarna í raun sést hvernig mjólkurgangurinn byrjar að fyllast af einhverjum óheilbrigðum frumum. Á endanum þá í raun búið að fylla upp í þetta rými. Þetta köllum við in situ krabbamein. Sem þá í raun virðir þessi mörk en það sem við köllum ífarandi krabbamein þá það hætt að virða mörkin fyrir að fara út fyrir það rými sem það á heima í og vex þar í gegnum og inn í vefinn. Og síðan í framhaldinu geta krabbameinsfrumur borist út í blóðrásina eða til sogæða, komist til eitla eða til annarra hluta í líkamanum og þetta köllum við meinvörp. Og það mikilvægt þegar maður að velta fyrir sig hvað meðferði að gefa við brjóstakrabbameini bara hvað erum við að díla við, hversu langt á veg brjóstakrabbameinið komið. Og þá sjáum við það með þessari stigun brjóstakrabbameinsins. Og þau eru sem sagt komið lengra á veg með hækkandi stigi og af stigi 1 þá ertu í raun bara með lítið æxli sem bara staðbundið. Ef þú komið stigi 2 þá ertu með aðeins stærra æxli eða þá æxli sem komið til einhverja fárra eitla. Ef þú komið stig 3 þá ertu komið alltaf dreifingu til eitla og svo erum við með stig 4 sem þá búið að dreifa sér til annarra líffæra. Og þegar við sjáum stig 1-3 þetta það sem við kalla staðbundið krabbamein og yfirleitt þá reynt ef það mögulegt og oftast mögulegt að gera þá skurðaðgerð og fjarlægja meinið í læknandi tilgangi. Hins vegar hugsum við svolítið öðruvísi krabbamein á stigi 4
Þau hafa hingað til í tilfelli brjóstakrabbameins ekki verið talin læknandi, en hins vegar þá eigum við orðið mjög góða meðferðir sem við getum notað til að halda niðri í oft bara mjög langan tíma með bara góðum árangri. Við skoðum líka æxli í smásjóni, þar sjáum við hvort að gráðan, þetta segir okkur svona svolítið hversu þroskað meinið er. Gráðu 1 árum með frumur sem er bara svipaðar eðlilegum frumum eða svipaðri kannski, meðan gráða 3 væri svona stórar og ljótar krabbameinsfrumur. Við erum líka með vaxtarþátt sem við kallum Ki67, segir okkur svolítið hversu mikið af frumunum eru í frumuskiptingu og fjölgun. Við sjáum að allar þessar dökku frumur eru með þennan vaxtarþátt í sér, þannig ég myndi segja að þetta væri örugglega hraðvaxandi krabbamein þarna á myndinni. Og síðan þessar undirtegundir sem ég talaði áðan, það eru sem sagt þessir ductal og lobular sem eru algengastar, en það eru líka aðrar undirtegundir. Yfirleitt hefur það ekkert áhrif á kannski meðferðina, en við vitum að það hegðar sér svona svolítið öðruvísi eftir því hvernig frumur eru á bakvið. Nú aðri þættir sem skipta máli þegar við veltum fyrir okkur hvað meðferð eigi að gefa, þá er það til dæmis aldur. Það skiptir máli hvort að tíðahvörfin eru gengin eða ekki. Við veltum því alltaf fyrir okkur og einnig eru þá arfgengir þættir og það er þá helst svona eins og brakka stökkbreytingar sem geta þá líka haft áhrif á það hvaða meðferð er veitt. Ef við skoðum sem sagt undirgerðir brjóstakrabbameins, þá eru þetta sem sagt mismunandi undirgerðir og þær eru allar meðhöndlaðar á mismunandi hátt. Þannig að við þurfum alltaf að greina hvað er í raun svona eins og að drífa krabbameinið áfram. Algengasta gerðin af brjóstakrabbameinum, það eru þessi sem eru þá með þessa hormónaviðtaka sem við köllum og það eru þá hormón sem eru svolítið að knýja áfram vöxtinn. Það getur þá verið estrogen og prógesterón. Prógesterón ekki alltaf til staðar en oft og þá erum við með svona töflumeðferðir sem virka vel við þessum sjúkdómi. Svo erum við með HER2 jákvæðu meinin, þau eru svona 15–20%. Geta verið, stundum eru þau með þessa hormónaviðtaka og stundum ekki, það er mismunandi. En þar eigum við til sérhæfðar meðferðir sem virkar sem sagt á þennan HER2 eiginleika og er alltaf mikil framþróun í gangi á þessu sviði. Þannig að við eigum orðið bara mjög góðar meðferðir til þess að meðhöndla þennan hóp. Og síðan erum við að lokum með þríneikvæðu æxlin og þau eru þá ekki með hormónaviðtaka og ekki með HER2 eiginleika. Þetta sjáum við oftar hjá yngri konum og eru einmitt líka algengir hjá BRCA-arfberum. Þar hafa svona í gegnum tíðina verið mest svona klassíska lyfjameðferðir sem höfum verið að veita, en núna erum við farin að nota meira og meira svo kallaða ónæmisörvandi meðferð. Ég mun tala betur það aðeins og eftir, en það er svolítið svona verið að nota ónæmiskerfi til þess að ráðast á æxlið. Og það er mikilvægt að segja það að jafnvel þó að þessi klassíska mynd að BRCA sé tengd þessum þríneikvæðu æxlum, þá geta BRCA-arfbera greinst með alla tegundir brjóstakrabbameina, þannig að við erum að meðhöndla þessar mismunandi undirgerðir hjá meðal BRCA-arfbera. Já, og þetta eru nú svona helstu meðferðir sem við höfum upp á að bjóða og það er svolítið gaman að segja frá því að ég hef nú svona stundum verið að sýna þessa glæru og ég þarf alltaf að uppfæra hana. Ég hef alltaf að bæta einhverju nýju við, því við erum alltaf að fá nýjar og nýjar meðferðir sem eru auðvitað bara frábært, hjálpa okkur að meðhöndla þessi mein á sem bestan hátt. En þetta er sem sagt þannig að þegar við erum með brjóstakrabbamein á staðbundnu stigi, það sem er ekki búið að mynda meinvörp, þá er það yfirleitt þannig að skurðagerð er svona fyrsta meðferð, en það er samt ekki alltaf þannig. Stundum þá gefum við lyfjameðferð fyrir aðgerð og síðan er þá aðgerðin gerð eftir að einhverjum hluta lyfjameðferðar er lokið. Við erum auðvitað líka að gefa mikið geislameðferð eftir skurðagerð við brjóstakrabbameini. En það sem ég er kannski mestan áhuga á, það eru allar þessar lyfjameðferðir sem við erum með í okkar fórum. Ég talaði áðan þessa
innkirtla meðferð, það það sem kannski hefur stundum verið kallað andhormóna meðferð. Þetta eru sem sagt meðferðir sem eru gefnar við þá hormónanæmum brjóstakrabbameinum og þar eigum við til lyf sem heitir tamoxifen sem blokkerar í raun svona þennan estrogen viðtaka og kemur þannig í veg fyrir að krabbameini sé knúið áfram. Svo erum við með aðra tegund lyfja sem kallaðir aromatasa hemlar og þeir eru í raun að draga úr framleiðslu estrógensins í líkamannum og eru þannig í raun svolítið að koma í veg fyrir að þessi krabbameinsfrumur fái örvun. Þar erum við líka komið með aðra meðferð sem er kannski ekki beinlínis hluta þessum innkirtla meðferðum en alltaf gefin með henni. Þetta eru kallaðir CDK4/6 hemlar og er svona að hafa áhrif á frumuskiptingu og við erum að nota með þessum innkirtla lyfjum oft bara með mjög góðum árangri. Og svo eru það þessi svokölluðu PARP-hemlar sem ég mun náttúrulega ræða betur hér á eftir sem eru í boði hjá brakkaarburum sem eru með háa áhættu og síðan erum við með öll þessi mótefnalyf af mismunandi tegundum sem eru gefin við herðir jákvæðu æxlunum, ónæmisörvandi meðferð og síðan erum við oft líka að gefa beinstyrkjandi meðferð. Það er í raun tvíþættur tilgangur, annars vegar að styrkja beinin. Við vitum að meðferðina sem við erum að gefa valda stundum beingisnun eða beinþynningu og hinn bóginn eru það líka góðar til þess að geta komið í veg fyrir hreinlega dreifingu til beina og beinamynnvörp. Þannig að þetta er tvíþættur tilgangur og marga konur fá þetta með. Og já, ég er svona búin að ræða eitthvað af þessu áður. Það eru þessar innkirtla meðferðir. Yngri konur fá líka stundum eggjastokka bælandi meðferð. Það eru þá til þess að stöðva estrogen framleiðslu frá eggjastokkunum. En þetta eru bara konur fyrir tíðahvörf og síðan eru krabbameinslega meðferðirnar í æð. Þær eru í raun gefnar bara öllum hópum og beinstyrkjandi meðferðin líka að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Og síðan eru sem sagt ef við skoðum í raun þessar helstu nýjungar sem við höfum verið að fá hérna undanfarið og þá er það ef ég byrja bara á snembúnu brjóstakrabbameini og það sem ég á við með því er í raun þetta staðbundna brjóstakrabbamein sem er skurðtækt við greiningu og þá erum við farin að bjóða upp á þessa meðferð með þessum svokölluðu CDK4/6 hemlum og þá er hún gefin í raun með innkirtla meðferð annarkvort í 2 eða 3 ár og í raun þá eykur hún með bara þessa sem sagt áhrifin af innkirtla meðferðinni. Ég setti herðir meðferðirnar hérna á blað líka. Það eru náttúrulega kannski ekki alveg nýjar og við erum búin að vera að nota þetta lyf sem heitir trastuzumab núna alveg í mörg ár, meir en 10 ár. En það eru alltaf að koma inn ný og ný lyf af af þessari tegund og er bara mikil gróska og verið alltaf að búa til ný og ný lyf sem mun koma aðeins betur að því líka á eftir. PARP-hemlarnir sem eru þá fyrir konur með brakkastökkbreytingu og svo ónæmisörvandi meðferðin. Og þá ætla ég aðeins svona að fara í það, þessi ónæmisörvandi meðferð sem er svona tiltölulega nýlega sem við erum byrjuð að nota það til að meðhöndla brjóstakrabbamein sem er á snembúnu stigi, sem sagt í raun í fyrirbyggjandi skyni til þess að fyrirbyggja að meini komi tilbaka. Og það sem við gerum, það sem ónæmisörvandi meðferðin gerir, þetta er mjög sniðug tækni og hlaut Nóbelsverðlaunin í læknisfræði núna árið 2018. Hún virkar sem sagt þannig að það sem æxlisfrumurnar gera til þess að í raun eru þær með svona ákveðna það sem við kalla viðtaka á yfirborði frumnanna sem koma í raun svolítið í veg fyrir það að ónæmiskerfið þekki frumurnar og geti eytt þeim. Og það er sem sagt þannig að þær geta notað þetta til þess að afvirkja frumur ónæmiskerfisins sem heita T-frumur. En þegar við erum komið með lyfið þá getur það allavega í einhverjum tilfellum blokkað þennan viðtaka og þá getur krabbameinsfruman ekki lengur bundist við frumuð ónæmiskerfisins og þar af leiðandi er hún ekki óvirkjuð og getur nýst til þess í raun bara til þess að meðhöndla meinið og ráðast á krabbameinið. Og þetta hefur gefið góða raun hjá okkur. Við erum að nota þetta gegn 3 neikvæðum brjóstakrabbameinum oft þannig að og þessi meðferð er þá gefin í raun fyrir aðgerð
til þess að minnka meinið áður heldur en farið í skurðaðgerð. Og við sjáum að það hefur hjálpað okkur að ná sem sagt betri minnkun á þessum meinum. Og síðan þegar við skoðum sem sagt brjóstakrabbamein á dreifðu stigi, sem sagt með meinvörpum, þá þar líka mjög mikil gróska í svokölluðum mótefnakrabbameinslyfjum. Þetta eitthvað sem við kallum antibody drug conjugates eða ADCs. Þetta eru mjög marksækin lyf sem eru með mótefnaþátt sem finnur ákveðna þætti á yfirborði krabbameinsfrumnanna til þess að geta meðhöndla þau. Og þetta í raun svolítið það sem nútíma krabbameinslæknisfræði snýst að reyna að finna einhvern ákveðin veikleika, einhver ákveðin efni í krabbameinsfrumunni, þannig að sé hægt að meðhöndla þann þátt en með sem minnstum aukaverkunum og minnstum áhrifum á heilbrigða frumur í líkamann. Og þarna erum við með 2 lyf, kannski einna helst, en það eru mörg fleiri í pípunum. Og þá það þetta lyf sem heitir trastuzumab deruxtecan. Þetta lyf getum við notað í raun við brjóstakrabbameini á öllum stigum. Þetta byggir í raun á þessum HER2 þætti, en við getum notað þetta lyf hjá víðari hóp til þess að meðhöndla krabbamein sem í raun ekki HER2 jákvætt samkvæmt klassísku skilgreiningunum, en samt að einhverju leyti, við köllum þetta HER2 low, þá þið með þennan eiginleika einhverju leyti, þó ekki alveg, en það hægt að nota lyfið við þessum hjá þá bæði 3 neikvæðum og hormóna jákvæðum sjúkdómi svo lengi sem þeir hafa þetta HER2 low sem þá einhverju leyti með þetta HER2. Og síðan erum við með annað lyf sem hefur hjálpað okkur mjög mikið í meðhöndlun 3 neikvæðra brjóstakrabbameina. Það heitir sacituzumab govitecan og það velur sér annan viðtaka sem mjög oft til staðar hjá 3 neikvæðum æxlum og höfum við séð góða meðferðar árangur með þessu lyfi. Bara þannig ég aðeins útskýri hvernig þetta virkar. Þetta mjög sniðutækni líka á bak við þetta. Það sem sagt þannig að þú með þennan mótefnaþátt sem finnur ákveðið prótein eða viðtaka á yfirborði krabbameinsfrumunnar og þá opnast fruman og tekur inn alla sameindina í raun inn í frumuna. Og þar krabbameinslyf sem þá tengt við. Það þessi rauði hluti og það kallað cytotoxic payload og fer síðan út í frumuna og sprengir hana, bara drepur hana í raun innanfrá. Fólk segir þetta sé eins og trójuhestur, lauma sér inn í frumuna, drepur hana innanfrá. Þetta mjög, og bara mjög spennandi hlutir að gerast í sem sagt, þróun á þessum lyfjum. Og síðan þannig að komið síðan að meðferð hjá brakka, arberum og aðeins hvernig þessir PARP-hemlar virka og hvernig við notum þá í brjóstakrabbameini. Þá það sem sagt þannig að þetta homologous recombination repair, það sem sagt svona einhver DNA viðgerðarkerfi í frumunum sem sem skortir hjá fólki hjá brakkaarberum. Og þetta veldur bara í raun galla í DNA viðgerðum. Og þetta sem sagt þannig að erfðamengið þetta svona 2 strengir og þetta mjög mikilvægt til að laga ef það sem sagt þannig að þessi strengur rofinn á 2 stöðum. Og þá verður bara óstöðuleiki í erfðamenginu og þá safnast upp stökkbreytingar og þá eykst áhætta á krabbameini sem þá einkum í brjósti og eggjastokkum. Og þá sjáum við í rauninni að það þetta þannig að arberar með brakka 1 og 2 stökkbreytingana, þeir hafa sem sagt að báðum kynjum hafa hækkað áhættu á brjóstakrabbameini, konur hafa eggjastokka áhættu á eggjastokkakrabbameini og karlmenn á blöðruhálskirtli og með brakka 2 stökkbreytinguna þá aukin áhætta á sortu æxlum og briskrabbameini. Og það sem verið að skoða sem sagt hvað varðar forvarnir, þá það sem sagt hægt að nota þetta andhormónalyf eða innkirtlameðferðina sem kallað tamoxifen í 5 ár.
Þetta í raun eitthvað sem við höfum ekki ennþá byrjað að nota hér á landi en auðvitað eitthvað sem við erum að fylgjast með og eitthvað sem verið að skoða nánar. Og svo til að meðhöndla krabbameinin þá eigum við auðvitað þessa PARP-hemla sem eru þá að gera virka þannig að þetta PARP-ensím, það bara mikilvægt til þess að laga DNA-breytingar sem verða bara í rauninni á einum af þessum 2 strengjum og það þannig að frumur sem eru heilbrigðar eða með þennan homologous recombination repair faktor, þær geta lagað frumurnar þrátt fyrir að maður sé ekki með þetta PARP-ensím virt. En ef þú ert með þessa stökkbreytingu þá gengur það verr og það verður í raun bara þannig að þá verða meira og meiri stökkbreytingar í frumunni og hún verður með tímanum ekki lífvænleg, svolítið ýtir henni bara út fyrir brúnina. Og þannig virka þetta og í raun þannig að við erum að nota þennan PARP-hemil sem heitir Olaparib. Við erum að nota hann hjá konum með brjóstakrabbamein og við erum þar með í raun 2 ábendingar. Annars vegar þá þetta notað sem viðbótarmeðferð eftir skurðagerð hjá fullorðnum sjúklingum með herðfyrir neikvætt áhættu mikið brjóstakrabbamein á frumstigi. Það þá í raun staðbundnu meini og sem eru þá líka með BRCA1 eða 2 stökkbreytingu í kímlínu. En svo erum við líka að nota þetta sem einlyfameðferð hjá fullorðnum sjúklingum með BRCA1 eða 2 stökkbreytingu í kímlínu sem eru þá með herðfyrir neikvætt staðbundið langgengi brjóstakrabbamein, þá óskurðtækt eða brjóstakrabbamein með munnvörpum. Og það þannig að þessi viðbótarmeðferð eftir skurðagerð sem þá gefin í 1 ár, það búið að rannsaka þetta í stórri rannsókn sem kölluð Olympia og það sem við erum að sjá á þessu grafi í raun hversu hátt hlutfall af sjúklingunum eru á lífi eftir 1 ár, 2 ár eða 3 ár. Og sjúklingarnir sem eru brúnu línuna, þeir fengu lyfið, þeir sem eru með bláu línuna fengu ekki lyfið. Og við sjáum að það alveg talsverður munur á milli þessara hópa eftir 3 ár. Og það þannig að þá voru 85,9% sjúklinga sem voru sem fengu lyfið Olaparib voru á lífi án endurkomu eftir 3 ár, samanborið við 77,1% í viðmiðunarhópnum. Og þetta bara marktæk breyting eða marktæk í raun, marktækur munur á milli þessara 2 hópa og liggur að baki því að við erum núna farin að gefa þessa meðferð bara sem standardmeðferð hjá konum með áhættu mikið brjóstakrabbamein og BRCA-stökkbreytingu eftir skurðagerð. Og það þannig að þetta eru þetta bara fyrstu 3 árin en þessi grein frá 2021 en það búið að núna birta núna fyrir áramótin. Þá var birt í raun framhald af þessari rannsókn þar sem voru komið lengri eftirfylgdartíma, 5-6 ár. Og þessi mismunur hann heldur sér og bara áfram bara signifikant eða marktækur. Þannig að þetta bara jákvæðar fréttir auðvitað og hjálpa okkur að lækna bara fleiri konur af brjóstakrabbameini. Og ég alveg viss að þetta eitthvað sem mun halda áfram að fleiri lyf eru í þróun og lyf sem eru þá betur sérsniðin að hverjum á einum sjúklingi. Þannig að og sjúkdómi. Þannig að við kunnum betur að meðhandla sérhæft hvern einstakling sem hlýtur að vera markmið með því öllu sem við erum að gera. Þá bara þakka ég kærlega fyrir áheyrnina. Gefið merki, ég vilji spyrja hana, Helgu. Hæ, ég er með 2 spurningar, óþengdar. Fyrri þá þú nefndir í byrjun að náttúrulega eins og hormónar geti haft líka áhrif á bara krabbamein og hvort það verði.
Þannig ég var að spá sem tengist kannski inn í næsta fyrirlestur þá eins og þegar, eins og með svona IVF meðferðir eða í svona fóstur, hvað er þetta kallað, svona að setja upp fósturvísa, þá gangast konur náttúrulega undir mjög miklar hormónameðferðir. Hefur þið skoðað það eða svona hvort eða hvernig áhrif þær hafa á konur með brakka til dæmis? Sko, ég hef í raun ekki upplýsingar ég hef í raun ekki upplýsingar að það auki áhættuna mikið, sko. Það er ekki eitthvað sem ég hef séð að það sé svona eitthvað hættulegt að vandamál. Ok, takk. Og hin spurningin sem kannski mitt tengir síðasta erindi var þegar konur fari í fyrirbyggjandi aðgerðir eins og brjóstnám eða fjarlæga eggjastokka, að því þessi hlutir náttúrulega stuðla líka aðeins og hormónaframleiðslu í líkamanum. Svona, hvað er mælt með að maður hafi í huga sem bara fylgikvilla að því að það vera að raska náttúrulegri hormónaframleiðslu líkamanns? Þú veist, eða hverjir með þess að fara yfir það með konum? Er það skurðlæknirnir frekar eða? Sko, það er náttúrulega þannig að það þarf auðvitað að það er öðruvísi eftir því hvort þú ert búin að fá brjóstakrabbamein eða ekki. Ef þú hefur verið með brjóstakrabbamein, sérstaklega ef þú ert búin að vera með brjóstakrabbamein sem er næmt fyrir hormónunum, þá mælir maður ekki með neinni svona hormónameðferð. Hins vegar getur auðvitað annað átt við ef þú ert ekki búin að vera með brjóstakrabbamein og ert ennþá á þeim aldri sem estrógenframleiðsla er venjulega til staðar, sem er svona yfirleitt kannski fram að 50. En það er svona kannski ekki, þannig að það væri svona, þá horfum maður öðruvísi á það. Og þá er oft mælt með einhverju svona? Já, ég held það, annars er þetta svo sem aðeins fyrir utan mitt sérsvið. Takk fyrir mjög gott erindi. Ég með eina spurningu. Frábæra fréttir með þessa PARP-hemla og mjög gott að sjá þetta geta nýst okkur brakkakonum. Mér finnst alltaf hafa komið fram að þeir séu eingöngu notaðir þar sem að krabbamein eru HER2 neikvæð. Eru þeir aldrei gefnir í HER2 jákvæðum tilfellum? Stutta svarið er nei, það er ekki ábending til staðar. Það er alveg svolítið skýrt að þetta er HER2 neikvætt mein, en langa svarið er að við skoðum auðvitað hverju tilfelli fyrir sig og brjóstakrabbamein er oft flókið. Getur verið mismunandi viðtakar og mismunandi, kannski jafnvel á mismunandi stöðum. Getur verið mismunandi á milli frumæxlis í brjósti og eitla til dæmis. Þannig að já. Takk fyrir. Takk fyrir Helga. Mér langaði að heyra, það er auðvitað ótrúlega jákvætt hvað eru miklar framfarir. Við vitum að öll þessi nýju líf. Er það ekki í Borgarleikhúsinu? En hér er náttúrulega fullt af nýjum lífum líka. Nei, en nýju lyf. Að þau eru mjög dýr. Hvernig er staðan hér á landi varðandi aðgengi að nýjum lyfjum og upptöku nýrra lyfja hér á landi? Þitt álit á því? Já, ég myndi segja að það væri bara nokkuð gott. Við höfum verið að vinna dálítið með það að leið og það er komið í raun farið að nota svona ákveðin lyf í 2 Norðurlöndum, þá er oft þannig að við getum tekið þau upp. Þannig að ég myndi segja að við værum að það getur auðvitað tekið svolítið tíma að fá inn ný lyf sem er kannski að einhverju leyti eðlilegt. Þetta er auðvitað mikill kostnaður og þarf að fara í gegnum náttúrulega hvað er lyfið að bæta við, hver er ávinningurinn og svo framvegis. En ég myndi segja að við værum að veita mjög svona samkeppnishæfa meðferð svona miðað við bara önnur Norðurlönd hér á landi. Já, sæl, takk kærlega fyrir fróðlegt erindi. Ég er aðalega með spurningu varðandi að því að nú er eins og Olympia-rannsóknin, hún er ennþá yfirstandandi í rauninni og þetta er tiltölulega ný meðferð. Eru einhverjar ábendingar einhverjar langvarandi aukaverkanar, afleiðingar af lyfjagjöf og er eitthvað verið að fylgjast með því? Já, auðvitað, það erum við, þú veist, hjá konum sem fara á lyfið, þá fylgjumst við vel með og það eru náttúrulega ákveðna bara rútínur í kringum það hvernig við fylgjum konum eftir. Mín reynsla af lyfinu er svo að aukaverkanir
allavega svona meðan maður er að taka lyfið, eru yfirleitt frekar svona þolanlega. Konur hafa venjulega ekkert rosalega mikil óþægindi af þessari lyfjatöku. Það er auðvitað þannig að við vitum að þetta getur haft áhrif á blóðmyndina, getur haft áhrif á blóðgildið og hvítu blóðkornin. Þess vegna erum við að taka blóðprufur mjög reglulega. Sumar konur eru líka kvart yfir svona meltingafæra óþægindum og slíku og þá reynum við að hjálpa til með það með svona einhverjum stuðningsmeðferðum. Stundum þarf maður líka að lækka skammt af svona lyfjum örlítið. Það er stundum gert til þess að þau þolist betur. En mín reynsla er svo að þetta þolist vel. En svona varðandi svona langtíma þá held ég kannski að það er kannski bara eitthvað sem á betur eftir að koma í ljós. En auðvitað Olympia-rannsóknin, hún er búin að vera lengi í gangi. Þetta er alveg komin, ég veit ekki, ég held að þú eru kannski ekki alveg að fara með það, en þú veist, ég var einmitt að skoða það því að það var update bara núna fyrir áramót kynnt á þessari rannsókn og þá er meðaltíminn sem búið að fylgja konum eftir eitthvað 5 til 6 ár held ég. Þannig að þá er alveg komið upp í jafnvel 10 ár kannski hjá einhverjum konum, eða allt að því. Þannig að þetta er, auðvitað alveg vitum við eitthvað nú orðið langtíma og það er auðvitað, þó að við svona, þær konur sem eru í rannsókninni eru auðvitað í mikil eftirfylgd. Ætla ég að fá að koma einu spurningu. Er eitthvað munur á meðferð karla og kvenna við brjóstakrabbamein? Almennt séð ekki. Við erum sömu prinsip sem gilda. Maður þarf kannski aðeins að hugsa öðruvísi þegar kemur að andhormónameðferðinni eða sem sagt innkirtlameðferðinni. En almennt séð þá erum við bara meðhöndlaða á sama hátt. Ég var að spá í að því það er svo erfitt að hætta að taka krabbameinslyf og þá er ég að hugsa andhormóna þessar viðhaldsmeðferðir sem við erum að og mér finnst alltaf að vera lengjast tíminn að konur séu lengur og lengur að taka andhormón. Er það staðan? Fyrir ekki, hvað sagðirðu? Er semst alltaf verið að lengja þennan tíma? Já, það er rétt. Og það er sem sagt þannig að áður þá voru þetta kannski bara að segja alltaf já, bara taka þetta í 5 ár og það er bara gott. En núna þá vitum við orðið að það getur verið ávinningur af því að taka það lengur og við erum alveg með stóra hópa kvenna þar sem við erum að ráðleggja það 7-8 ár, jafnvel 10 og við vitum að sumar konur vilja halda áfram eftir það jafnvel þó að við séum kannski ekki komið rannsóknir sem styðja það. En þetta það er alveg þannig að brjóstakrabbamein því miður getur stundum greinst aftur seint, jafnvel eftir mörg ár, áratugi jafnvel. Þannig að það er ávinningur af því, sérstaklega ef er að ræða svona áhættu mikið mein að taka þessi lyf lengur. Samkvæmt ráðleggingum, en það er oft svona svolítið erfitt að ákveða, eða þú veist það samt svona stundum þá er þetta svona, verður maður auðvitað veg og meta. Varðar aukaverkanir og annað. Já, það er mjög flókið að taka þessa ákvörðun fyrir sjúklingin líka. Það er líka mjög flókið að ætla að hætta. Já. Ég skil það. Já. Ég skil það og það er óvissa og auðvitað enginn sem veit, þú veist, kannski alveg nákvæmlega hvað er rétt meðferð fyrir hvern og einn. En við erum auðvitað með svona grófar línur og til dæmis ef það hefur verið meinvörp í eitlum þá erum við farin oft núna að bara mæla með lengri meðferðum upp í 10 ár hjá mörgum konum. Takk fyrir. Takk fyrir.